Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Komiði sæl og velkomin í klefann. Ég mjög peppuð fyrir þættinum í dag, en Vésteinn Hafsteinsson, afrekstjóri ISI, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, situr hérna hjá mér. Ég ger alveg ráð fyrir að við kannski þekkjum flest til Vésteins, en ég ætla samt enga síður að stikla á stóru. Vésteinn kemur frá Selfossi, útskrifaðist frá University of Alabama, keppti sem atvinnumaður í kringlukasti frá 1986 til 1996. Hann keppti á 11 stórmótum, EM, HM, OL og hann komst í úrslit á Ólympíuleikunum í Barcelona 1992. Hann setti Íslandsmet í kringlukasti 1989, 67,64 metrar sem stóð í 31 ár. Vésteinn hefur núna undanfarið verið einn fremsti kringlukastþjálfari heims þar sem íþróttamennirnir hans hafa staðið uppi sem ólympíu og heimsmeistarar. Í fyrra þá flutti Vésteinn aftur til Íslands og gerðist afrekstjóri hjá ISI, en í dag ætlum við að ræða ólympíuleikana, íþróttalífið á Íslandi, afreksfólk, hvernig bara við verðum ólympíumeistarar eða heimsmeistarar, þjálfarabransinn og fleira. En auðvitað áður en við byrjum þá ætla ég sjálfsögðu að fá að þakka mínum samstarfsaðilum Lemon, Útilíf, Hafi, Fiskverslun og Nutrilink. Á Lemon þá færðu ferskan og safaríka mat sem matreitur á staðnum. Ég fekk mér Mr. Blonde shakeinn í gær sem með mango, myntu og sítrónu og epli og ég bara kreif hann aftur, og Parmela samlokuna. Mæli með að þið kíkið og finnið hvað það sem að ykkur finnst gott. Í kvöldmat svo tilvalið að kíkja í Hafið Fiskverslun og sækja sér tilbúin fiskar sem þú skellir í ofnin. Þetta auðvelt og hollt. Nutrilink hentar vel ef þú ert með verk í liðunum. Þetta hjálpar að mýkja brjóskið. Ég allavega verkjalaus í mínu slitna hné ef ég duglega að taka þetta. Það sakar að minnstakosti ekki að prófa. Útilíf, þar færðu allt fyrir íþróttunar, skór, fatnað og annað sem þú þarft til að njóta þín á hreyfingu. Íþróttaverslanir eru í Smáralind og Kringlunni. Jæja, við skulum heyra hvað Vésteinn hefur að segja. Komdu sæll Vésteinn og velkomin í Hafnarfjörðinn. Takk fyrir það. Hvað segirðu, þetta búið að vera viðburðaríkt ár hjá afrekstjóra Íslands? Já, þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt. Það ekki? Ég er bara sáttur sko. Og hvernig finnst þið svona fyrsta ári búið að ganga og svona? Þetta er svona svipaði bjóstuð, en ég er náttúrulega ráðinn að menntamálaráðuneytinu og gera það verkum að ég að fyrstu 2 árin í svona stappi með sko pólitíkina sem ég vil ekki segja að sé neitt negatíft, heldur bara að það búið að ganga ýmislegt á hérna sko. Já. Og Grindavík fór að gjósa nokkur sinnum og þar fór náttúrulega mikið fjármagn og svo komu kjarasamningar og þar fór fullt af fjármagni úr ríkissjóði og svo fór Katrín Jakobsdóttir í forsetaframboð, þá var bara allt í einu ríkisstjórnin sem sagt bara myndaði sig aftur og alveg óvíst hvort að menntamálaráðherra sem minni yfirmaður eins og í augnablikinu Ásand Lárusi Blöndal forseti ISI yrði áfram sko. Já. Þannig að það er ýmislegt svona sem hefur gengið á sem ég bjóst ekkert við, en að öðru leyti þá er þetta bara svona svipað og ég bjóst við. Ég er komin heim til þess að búa til nýja afreksstefnu með öllu þessu góða fólki sem ég er að vinna með og íþróttahreyfingunni sem slíkri sko, og síðan bara fá fjármagnin í það. Já. Og síðan bara ná árangri í framtíðinni sko. Einmitt, já, þú ert að horfa svolítið fram í tímann. Já, ég hugsa alltaf 10 ár fram í tímann, þannig mér liggur ekkert á í þessu. Nei. Ég veit ekki hvað ég verð lengi hérna á Íslandi, en sko þessi 3 atriði sem bara fjármagn og skipulagning og síðan árangur, það er bara mitt starf. Já, þú ætlar að leggja það í púkið. Já. En svona íslenskt íþróttalíf, myndirðu segja að það var svona á þeim stað sem að þú hélst eða eitthvað sem komir óvart? Komir óvart hvað er mikið efnilegu íþróttafólki hérna sem ég vissi ekki af í mismunandi greinum, þannig að framtíðin er björt. Okay. Það er það jákvæða. Já. Það neikvæða er þjóðfélagi sko, þetta er opboðslegt spann í þessu þjóðfélagi, það er rándýrt að búa í Íslandi, þetta er rosalega erfitt þjóðfélagi fyrir afreksíþróttir. Já. Mun erfiðara heldur en á mörgum öðrum löndum og það er það negatíva, það er ekkert sem komir óvart heldur. Þetta er þetta lífsgæðagjaflaup og dýrt tíð og þetta er náttúrulega allt út af
velgengni í þjóðfélaginu, mikið túrismi og Já. allt alveg brjálæðislega dýrt hérna á Íslandi og það er náttúrulega að gera það verkum, þetta er erfitt fyrir afrisi og fólk að kannski bara búa í einu íbúð og svo framvegis, þannig að það er ekkert sem kemur á óvart en það er samt sem er erfitt og þannig að á sama tíma og efnin eru til staðar þá kannski gefast upp í baráttunni Já. út af þetta bara hreinlega og dýrt og allt og lítið að fjármagni í íþróttahreyfingunni til þess að styðja þau og svo vantar skipulagninguna líka í mörgum tilfellum sko. Hvað áttu við með skipulagninguna? Ég finnst bara Íslendingar svona almennt séð horfa stutt fram í tíman. Já. Það er bara okkar svona, við erum bara svona einhvern veginn. Já. En ég er orðinn dálítið svona alþjóðlegur í mínum hugsunarhætti og ég bara veit það að tekur 10 ára að búa til ólympíumeistara. Já. Og þá þýðir ekkert að hugsa nokkra mánuði fram í tíman eða 1 ár fram í tíman, maður bara hugsa 10 ár fram í tíman og það vantar svona heildar skipulagningu hjá mörgum íþróttamönnum og sérsamböndum en sumir að gera bara frábæra hluti en svona ef heildinni litið þá er þetta að bæta mikið og ég er ekki að tala illa neitt, ég er bara að segja að við getum bætt okkur mikið vegna þess að það er hægt að skipulegja þetta betur og lengur fram í tíman og ná miklu betri árangri þó að í sjálfu sér er verið að ná ágætis árangri en ef við erum að tala svona á heimsmælikvarða og vinna gull, hvort sem það er í úlingaflokkum eða fullorðinsflokkum, hvort sem það er í vetraríþróttum eða sumaríþróttum eða íþróttum fatlara eða hvað það er, þá erum við að fá gull og það er að fá verðlaun en það fara mjög margir svona upp að þessu. Okay. Svona eins og það eru mjög margir kandídata núna fyrir ólympíuleikana en það eru mjög fáir sem fara. Já. Og ennþá færri sem ná árangri. Einmitt. Þannig að það er rosa marg... Nei, það er það sem ég bjóst við. Okay. Vegna þess að til dæmis bara ef við tökum andlegt atgerfi íslenskra íþróttamanna og kvenna svona almennt séð, þá vantar töluvert upp á að sé unnið í því. Já. Og það er eitt af því sem ég langar að breyta og líkamleg þjálfun hjá sumum er bara alls ekkert í lagi. Þannig að svona líkamleg þjálfun og andleg þjálfun á Íslandi myndi ég að segja í vissum íþróttagreinum eru á eftir og svo þessi skipulagning til langs tíma þannig að ég sé þetta allt jákvætt þannig að við getum bætt okkur svo mikið. Já, einmitt og þú veist þannig að við erum með efniviðin sem á potensialið en svo bara þú veist komist við bara x langt og þá stoppar það. Já, og svo er fólk að spyrja hverju. Já, það er nú út af því að þjálfararnir, það er ekki til þjálfarastétt á Íslandi sem vinnur við þetta. Nei. Þannig að það fullt af þjálfurum til dæmis bara í fótbolta sem eru með menntun og handbolta og þeir eru ekkert að vinna við þetta nema kannski í 25% vinnu eða 50% vinnu og sumir bara ekki. Nei. Þannig að við þurfum að búa til þjálfarastétt og það er náttúrulega ástæða fyrir því að fólk hefur ekki tíma til þess að búa til æfingaprógram og annað en þess að fólk er kannski að vinna í 8 tíma og koma svo út á öll og þjálfa. Nei. Það kallast erlendis, ég var eins og einn ráðan til Noregs og ég spurði akkur er að ráða mig í vinnu, ég bý í Svíþjóð Íslendingur. Það er vegna þess að það er engin kastþjálfari í Noregi sem er öðri sem eftir 5 þjálfari. Og kölluð er eftir 5 þjálfari, þannig að þú komst úr þinni eigin vinnu eftir 5 og þjálfari þá eftir 5. Ég var þjálfari í fullri vinnu og þess vegna vildu þeir fá mig olympiatoppin sko. Og það er allt og margir eftir 5 þjálfarar á Íslandi, jafnvel eftir 6 þjálfarar sko. Já. Oh my god, já. En eins og er ISI kannski bara ekki búið að hugsa nógu stórt. Það er svona spáið hvort að sé svona svo kurteisi krakkin sem rétt upp hendina og er að bíða eftir að koma að sér. Er þeir bara búin að vera kurteisi fjármagni eða svo kemur þú og þú ert náttúrulega svona jarðýta sko? Já, ef við tökum sko 392 milljónir í afrekssjóði síðustu 7 árin sem var bylting á sínum tíma 2016 já. Og 34 sérsand sem er að sækja úr þessum litla sjóði sem er óbúslega lítið fjármagn, þá verður þetta rosalega lítil kaka og óbúslega margar sneiðar. Já. Það kemur ekkert út úr því. Nei. Þannig að... En var ekki afrekssjóðan 100 milljónir og fór svo í 400 Jú, milljónir? þannig að það sem hefur verið að gera og síðan kannski á miðað við þetta aukna fjármagn síðan 2016 þá verður árangurinn kannski ekkit endilega verið neitt í samræmi við það að aukning fjármagnsins kom. Þess vegna þegar ég kom til Íslands og fór að vinna með starfshópi ráðuneytisins sem var mjög gott fólk og er að vinna með þeim ennþá,
þó að starfsólbyrjun sé búin að skila af sér, þá er ekkert nóg að setja bara peningin í þetta. Nei. Og það er svona, sagði ég, við þurfum 4-falt til 5-falt fjármagn. Já. Og síðan þurfum við skipulagningu frá A til Ö. Já. Og svo skipulagning, hugmyndafræðin er komin og núna erum við komin í aðgerða áætlun í sambandi við það og koma því í framkvæmd 2025 og ná okkur árangur út í 2028 til 2032. Já. Og ef þetta tekst og við fáum 4-falt til 5-falt fjármagn, þá tekur svona 2 ár fyrir alla að skilja þetta. Hvernig ætlum við að vinna þetta? Við erum ekkert að fara að vinna þetta neitt öðru sem bara hinn Norðurlönd. Ég er búin að vera að vinna í þessu kerfi í 25 ár, hvort sem það er í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Íslandi eða öðrum löndum. Og þannig að við erum ekkert að fara að finna upp hjólið, þetta virkar í öðrum löndum og akkur ætti ekki að virka hér. Og þannig að ég bara reyna að lota mína reynslu með góðu fólki að koma þessi í framkvæmd og það er þá bara þessi afreksmiðstöðum sem er stjórnkerfi afreksíþrótta í Íslandi sem hjálpar sérsamböndunum að ná árangur. Þetta hefur ekki verið til. Nei. Og þess vegna náum við ekki lengra við náum, en ef þetta væri til og væri búið að vera að vinna í 10 ár með ykkur 18-19 ára úlinga með næringafræði, sálfræði og allan hennar pakka með þjálfara sem er á launum við það að þjálfa þau og sem þurfa að fara í menntun og annað, þá er ekki sem segir að við vinnum ekki gull. Ég sé þetta bara núna. Og afreksmiðstöðin, þetta er Team Æsland eins og við erum búin að kalla. Já, við megum ekki kalla þetta Team Æsland út af svona íslenskunni, en hvort sem það kallast það eða við erum að kalla þetta núna undanfarið AMI, afreksmiðstöð Íslands. Það er ekki búið að ákveða hvað þetta heitir, en ég ætla að kalla þetta Team Æsland. Já, sko, Team Æsland er svona alþjóðlegt nafn og þetta er notað í mörgum svona afreksmiðstöðum, Team Danmark til dæmis. Já. Og það verður bara komið í ljós, ég ræð því ekki. Nei, og þú veist, maður hefur alltaf séð þetta bara meðan sko, þegar ég var lítil í þessu og eitthvað, þú veist, þá var það bara Team Norway og Team Æsland og maður hefur alltaf séð þetta, þannig að já, það er alltaf svona. En herru, Ólympíuleikarnir, það eru innan við 30 dagar að þeir hefjast. Bara, hvernig leggjast Ólympíuleikarnir í því núna í ár? Sko, þetta er dálítið skrítið fyrir mig að fara núna fyrir Íslands hönd og vera yfirmaður yfir þessu. Þetta gengur náttúrulega út á íþróttafólki og þjálfarana. En á síðustu Ólympíuleikum þá fékk ég að upplifa eitthvað sem ég held ég fengi aldrei að upplifa, sko. Af því að strákarnir mínir í Kringlunni unnu gull og silfur og núna erum við að fara fyrir litla Ísland, ekki með neitt kandidat að ná í velun. Nei. En það breytir því ekki að við erum með Anton Svein sem hefur sem svo komast í topp 8. Já. Svo erum við með Snæfríði sem er alltaf að bæta sig í hvað skipti sem hún hoppar í laugina og þannig að hún er í skriðsundi og Anton er í bringusundi. Já, og Snæfríði keppir bæði í 100 og 200. Já. Og svo ætlar Anton að keppa líka í 100? Nei. Okay, hann ætlar bara einbyrðið sér 200. Okay. Og svo eru komið Hákon og Hákon Þór Svaðsson í skotuminni og síðan eru með Guðlu Eddu og þessi er að fara í fyrsta skipti og Guðlu Eddu er fyrsta 30 konan sem er náttúrulega mjög skemmtilegt. Já. Svo vorum við að sverma fyrir að fá fleiri inn í þetta svona, það kallast Universality Places og við sóttum fyrir 6 og svo sem var kannski best í þeim hópi var Eygló í liftingunum og bara því miður komst ekki inn og það er alls konar svona pólitík í því og frakkarnir hafðu sem sagt forgang þar, sko. Af því að frakkarnir af því að þeir eru að halda leikina þá hafa forgang í því að þeir eru með manneski sem nær ekki lágmarki inn í hennar þyngdaflokk þá fá þeir fyrsta choice, sko. En hún hefði verið næst inn eða ekki? Jú, hún er næst inn og eiginlega allir þessi krakkar sem eða allt þetta íþróttafólk sem sóttum þau voru númer 1 og 2 á listanum yfir það en við byggust við 2, fengum 2 og en eins og Eygló er 14. besta í heimi í liftingu, sko, og kemst ekki inn. Þannig að þetta er harður heimur, sko. Já, neða er það. Svo erum við þetta frjálsýta fólk sem er að klára meistaramótið helgin og það er bara komið ljós hverju koma þar en þar hafa, sko, Hilmar, Erna og Guðni verið fremst í flokki. Já. Og svo eru 2-3 aðrir sem hafa séns en þetta er rosa barátt. Ég bjóst við að fara með 9 en það er bara komið ljós helgina hvað margir frjálsmenn hafa séns á að fara. Það gæti farið svo illa að enginn fari. Nei. Það gæti líka farið svo vel að farið 3 eða 4. Já. Er einhvern veginn, og það er svo ótrúlega mikið að skrýtnum reglum í kringum Ólympíuleikana, mér fannst einhvern tímann ég heyra ef að til dæmis kall myndi
ná lágmarki og þá myndi konar fá að fara líka í frjálsum. Er það ekki Já, það rétt? búið að breyta þessu Já. og síðast fór Guðni á kvóta sko, Já. það líka búið að breyta því. Já. Þannig að þetta svona alltaf að breytast svona frá ólympíuleikum á ólympíuleika, það einhver þróun í þessu, ég hef ekki fylgst nákvæmlega með því akkur það Nei. en þetta orðið rosalegt batteri, þetta rosalegt flækjust í þessu. Eins og ég yfirfarastjóri og það eru 326 sína bæklingu sem ég þarf að lesa. Já. Mér finnst þetta allt og flókið og allt og mikið flækjust í þessu að því að við erum bara að fara að keppa sko. Nákvæmlega. Og ég að reyna bara að fá alla til þess að skilja það, við erum bara að fara að keppa þarna og bara standa okkur vel og gera okkar besta, þannig að mín einbinding fyrst og fremst á íþróttafólki og þjálfarna, síðan ég með tvær góða dömur með mér í þessu, Kristínu Byrnu og Brynju á ISI sem að vinna alveg svo skepnur í öllu þessu praktíska og staða sér frábælega. Já, alveg á fullu, ég hef alveg tekið eftir því. En hvenær heldur að lokalistin sé klár? Þannig að nú keppa þessi Íslendingar á meistarum og við erum að taka þetta upp á föstudegi og móti byrja bara í dag með þessu Íslandsmóti og en þau fá samt auka 100 stig eitthvað, þetta sem stigasöfnir fá auka 100 stig fyrir að vera Íslandsmeistarar en svo eru þau líka náttúrulega að reyna bara að kasta sér lengst því þau fá stig fyrir árangur líka. Já, og það eru náttúrulega allir mjög mörg lönd með meistaramótum þessa helgi. Já. Þannig að þetta skiptir máli sko að þú vinnir, þú kastir eða stökkvir eða hlaupir hratt eða langt og síðan að bæði árangurinn og móti sér eftir sko. Já. Þannig að þetta rankað allt, þetta mismandi eftir mismandi greinum sko, frjálsar eru svona, sundið hinsegin og í þessu tilfelli gildir meistaramótið rosalega mikið. Já. Þannig að þeir sem eru að reyna að fá ólympíuleika verða að vinna meistaramótið, helst standa sér vel og gera góðan árangur og þá fá þau mjög mikið að stigum og þá verður bara að vona að ykkur úti sem eru að keppa á sínu meistaramóti á svona tíma sé ekki að gera kannski eins langt eða hlaupa eins hratt eða hvað það og svo erum við bara að sjá til. Þetta verður síðan allt klárt 2. júlí frá frjálsíðuta hlutanum sko. Já. Og síðan líka sko, ef við tökum bara Eygló sem dæmi, ef ykkur sko segir nei, meitt til dæmis í þessu topp 10-12 kerfi hjá henni í liftingunum, þá getur verið að komi bara á síðustu stundu boði í hana að því það er ykkur meitt. Já. Svo þetta líka, ef við tökum frjálsar sko, að það eru sumar stórþjóðir sem senda ekki á ranking. Nei. Svo eru aðri meiddi, þannig að kannski 32 segjum í spjótkasti og Sindri rankaður 37, það voru 5 á undan honum. Já. Það gæti orðið þannig að svona eftir 4 daga eftir að búa að loka, þá kemur símtal á frí, ef Sindri er tilbúin að því að það eru 3 meiddir og einhver stórþjóð sendir ekki á ranking, top 32 sko. Já. Þannig að maður veit aldrei fyrir en þetta er alveg endalega búið 8. júlí. Það er ekki hægt að breyta neinu eftir það. Nei. Vá, ok. Jesus, ok, þannig að íþróttafólkið sem er svona á veika von, það er bara búið að æfa núna, bara eins og Eygló, eins og hún sé bara að fara og svo kemur þá bara alveg í ljós. Já. Það er náttúrulega ömurlegt ef þú ert aðeins búin að slaka á og svo kemur kallið. Já, ég er búin að segja við alla sko, haldið bara áfram að æfa. Já. Og líka sko, þau fylgjast með þessu sjálf líka og svona. Já. Þannig að það er alltaf veik von svo lengi sem tímabil, það er ekki komið deadline sko. Nei. Og síðasta deadline er 8. júlí. Já. Þannig að ég býst þetta að verið 6 þátttakendur. Ok, það er flott og þetta eru sko þínir 11. ólympíuleikar. Já. Það er rosalegt. Komið tíma á þetta. Nei, 40 ár síðan ég fór á fyrstu ólympíuleika. Þannig að þetta er voðalega skrítið fyrir mig að hugsa svona tilbaka hvað tíminn hefur liðið fljótt sko. En þá ertu búin að fara sem keppandi? 1984, 4 sem keppandi, 84, 88, 92, 96. Já. Svo var ég landsliðsþjálfari í Íslandi í frjálsíðutu 2000 þegar Vala tók bronsið og Guðrún var 7. Ég man hvar ég stóð í bæðiskiptin sko, þegar þær voru að keppa. Það var rosalega gaman sko. Já. Og síðan ég komin hann með Gert Kanter og fann að vinna með Íslandi 2004 og 2008. Já. Var líka komin inn í Danmörku þá með Jóakim Olsen og fleiri. Kúluvarparan og... Já. Þannig ég fór með Ísland og Danmörku 2004-2008. 2012 er ég ennþá með Ísland og Gert klára sinn feril og fer aftur á pall. Já. Og síðan ég komin til Svíþjóðar 2016 og 2021. Já.
og svona aðalega með því, en ég hef alltaf verið með alþjóðlega grúppu, þjálfi eitthvað 67 krakka frá 10 löndum. Já. Búin að fá 20 medaljur á þessum Evrópu heimsmeistaramótum og ólympíuleikum og 5 medaljur á 4 einstaklingum og ólympíuleikum. Ég rosalega stoltur yfir því. En ég er fyrst og finnst stoltur yfir því að hafa náði 2 ólympíumeistari í kringlukasti með 13 ára millibili. Það er geggjað, sko. Það er eiginlega svona það sem stendur upp úr í þessu og náttúrulega sérstaklega núna síðast ég segja eitthvað svona hvað er stærst á ferlinum. Það er Tókíó, sko. Já. Að vinna gull og silfur. Það var líka bara eftirminnilegt að sjá þig í stúkunni, sko. Já, ég bara trúði þess ekki, sko. Þetta var, og líka, sko, þegar við komum heim, sko, til Svíþjóðar, svona ofboðslega áhrif þetta alveg með ólíkinn, sko. Já. Það var rosalega gaman hvernig íþrótti geta glatt fólk, sko. Og enn þann dag í dag, sko. Þannig að... Finnst þér eitthvað síðri að vera þjálfari að ná árangri heldur en, þú veist, iðkandi? Þú fórstu sjálfur í úrslit, hvað í Barcelona 92. Já. Og ég náði aldrei beint út mér á þessum stórmótum og ég ákvað þá að fara að þjálfa, ég vildi alltaf vera þjálfari, ég ákvað sko að reyna að vera þessi maður sem ég saknaði. Já. Þannig ég var alltaf unniðilega út af því að það vantaði tölvöld upp á þetta hjá mér. Já. Þó ég hef alveg verið sæmilegur, sko. Já. En ég var ekki nógu góður í ýmsu og sérstaklega í andlega pakkan og þess vegna bara var ég ekki alveg í balans á þessum stórum mótum og náði ekki að kasta, ég hefði átt að kasta svona 63 metrar, var að kasta 60 metrar, kring 60 metrar, það er bara ekki nógu gott, kom samt sem áður í úrslit, sko. Og svo hef ég bara reynt að vera þessi maður að hjálpa þessu íþróttafólki að gera það sem ég gerði ekki, vinna í þessum andlega pakka í 10 ár, vinna í nuddinu og vinna í sjúkraþjálfinu og vinna í næringafræðingnum og vera í mælingum og svo framvegis sem ég var dálítið einn í þessu. Já. Og þjálfaði mig dálítið mikið sjálfur og var minn eigin sálfræðingur og allt þetta og það dugar ekki. Nei. Þannig að mér hefur alltaf til liðið miklu betur sem þjálfari. Heldur hann að vera íþróttamaður. Ég saknaði ekkert að vera íþróttamaður. Eina sem ég saknaði að vera hrikalega sterkur. Mér finnst það rosalega gaman að vera alveg rosalega öflugur. Já, svona bara fílingurinn í skrokknum. Það er það sem ég sakna. En að vera þjálfari og ná þessum árangri sem við náð, sko, það er bara algjört ævintýr, sko. Ég bara hef aldrei getað ímyndað mér að ég ætti eftir að upplifa það sem ég fengið að upplifa. Til þess bæði í Íslandi þegar Gert vann og svo núna í Svíþjóð, sko, alveg með ólíkn. Og líka í sjálfu sig bara þegar Vala fór á pall, sko, þá var ég landsliðsþjálfari, það var alveg svakalega upplifun. Það er ekki allir sem mun eftir því, sko, en hún var kosin, sko, manneski ársins og allar stelpur á Íslandi fór að klippa sig eins og hún. Þannig að þetta er svakalega áhrif, sko. Ég held að við hefum ekki átt svona moment. Nei, og það er gaman að upplifa og fylgja eftir, sko. Já. Nei, þetta var svakalegt moment, en svo einmitt, sko, út af því að fólk horfir alltaf á íþróttafólkið, en þjálfarinnir eru nefnilega að leggja alveg ótrúlega mikla vinnu svo að íþróttafólkið náttúrulega nái sínum árangri. Já. Og ég fattaði þetta ekki sjálf fyrst, sko, og svo einhvern tímann hafa verið á Norrlandamóti og mér gekk mjög vel og vann eitthvað og Heiða þjálfari kemur til mín og hún er með tárin í augunum og ég sagði bara, hvað er hún að grenja? Bara eitthvað svona, hvað er í gangi? Það var svona moment sem ég fattaði bara, já, við erum búin að vera saman í þessu. Og eitthvað, þannig að mér fannst það alveg svona, það var svona alveg core memory, þannig að núna þegar ég er að þjálfa í dag og íþróttafólkið nær árangri og ringir í mig frá Ítalíu, búin að ekki skrifa undir eitthvað samning og eitthvað, þú veist, mér finnst þetta geðveikt, sko. Þetta er alveg bara, ég fyrir voðalega sæl og kottan bara fyrir þessi litlu sigrana þeirra, sko. Já, já. Ég var náttúrulega þjálfari í 25 ár erlendis og það var náttúrulega bara svona drauma líf að mörgu leyti en alveg svakaleg vinna. Já. Þannig ég var til dæmis, hvað heitir þetta, kulnun. Já. Ég lenti í því og ég var lagður inn á sjúkrahús og alls konar svona og þá var ég búin að vinna 66 daga í röð á þess að átta mig á því, sko. Nei. Þannig að þetta er svona, hvað maður að kalla það, við geðveiki á sama tíma alveg óbúslega skemmtilegu lífstíl. Maður bara er í þessu. Þetta er bara svona tónlistamenn og svona, það er bara alltaf í tónlistinni og sumir eru skrifandi bækur og það eru málandi málverk á nóttunni og eitthvað svona. Já. Þetta er ósku svip, sko.
Þannig að þegar ég var að þjálfa og gekk illa, þá vaknaði ég á nóttunni klukkan 1 og sagði við konu, heyrðu, ég þarf að fara að skoða innan okkar kringlukastfilmur, sko, þess að ég gat ekkert sofið, sko. Nei. Ég var bara að gera það. Já. Og þá gerði ég það, fann út úr þessu og svo gekk vel. Einmitt. Og þá skipti engum máli hvort það var dagur eða nótt. Svoleiðis var þetta alltaf hjá mér og þess vegna náttúrulega var ég ansi útkeyrður inn á milli Já. og gat verið úrillur og þurfti að hringi fólk og biðast afsökunar og því bara ég var bara búinn, sko. Já. Ég er ennþá svona við svo leyti en orðin svona aðeins rólegri með aldrinum og núna er ég annarri vinnu en ég á rosalega erfitt með að halda aftur á mig ef ég sé að ég get hjálpa til einhvers staðar. Já. Og það skiptir engum máli hvort ég er afreksstjóri eða kringlukastþjálfari, það er bara þannig. Það er bara eins og ég er, sko. Og það er ástæðan fyrir því að mér hefur gengið vel en á sama tíma er viss baksíða þessu. Já. Sko ég er líka pabbi, sko, og ég er maki og þau hafa þurft að þola ýmislegt, sko, sem pabbi eða makin er rosalega þreyttur að hann kemur heim. Einmitt. Og allt út af einhverjum kringlukastþjálfum. Já, einhver annar í forgangi að fá athygli. Já, og þannig að þegar ég kom inn heim þá ákvað ég að breyta lífstíl og er bara anskotan ekkit, ég er bara ekkit stressaður. Nei. Mér líður bara vel og er bara rosalega hamingjussamur maður og bara er einhvern veginn eða hættur að vera eitthvað svona ofboðslega leiðilegur eða ofboðslega úrillur. Er þetta ekki bara fullafast? Ég spurt Kristínu Björn og Brynju hvað úrillur ég er, það gerist öðru hvoru en þetta er svona balans, sko. Já. Ég er sko góður kall, sko, en ég get verið alveg svakalega ákveðin. Já. Og ég bara hætti ekkit fyrir ég næði því fram sem ég vil ná fram. Og þá náttúrulega sumir sem bara alveg, skilur, það er náttúrulega bara fólk eru skítræddir við það. Já. En þetta er bara eins og þessi heimur er, sko. Og núna er ég að reyna fá fram í gegnum ríkisstjórn og þingflokkan með þverpólitíkan hóp með mér, bara í gegnum pólitíkina að fá 5-falt fjármagn í íþróttahreyfingunni. Ég gef mig ekkit í því. Nei. Það er bara svona svipað, ég gaf mig ekkit í því að við ætlum að vinna Ólympíugull. Núna er bara áherslan komin á þetta. Já. Að bara ná árangri í því, að bara fá fjármagnin í íþróttahreyfinguna og ekki bara fjármagn, heldur bara endurskipuleggja íþróttahreyfinguna. Já. Bæði í SÍU með FÍ og svo allt starfið hjá samböndunum. Þannig að allir skilji það, við þurfum aðeins að laga þetta til þess að ná betri árangri og við gerum það saman. Já, já. Núna er þetta mitt verkefni. Það er mjög spennandi. Mjög spennandi. En hver er svona draumurinn fyrir næstu ólympíuleika? Þú veist 10 ár fram í tíman. Þessir ólympíuleika núna er náttúrulega svo nálægt. Já. Þannig að þetta er bara svona, þetta þarf að gerast. Já. En ertu að hugsa meira bara 2032? Já. Með viðkomu náttúrulega auðvitað í 2028. Já, ég hugsa ég verði ekki enn 2032, sko. Nei, þú ertu búin að sjá fræjunum. Já, sko, skipulagningin verður komin núna 2025 til 2026, fjármagning kemur á stað 2025 til 2026, þetta fyrir að ná einhverjum árangur 2028. Já. Ég er fyrst og fremst að hugsa 2032. Þá er ég að hugsa að það séu svona 3-4 lið sem eru að horfa á Ólympíuleikana. Okay. Og ég sé nú strax, sko, knattspyrnu kvenna 2028. Knattspyrna kvenna er mjög stór íþróttagrein á Ólympíuleikum. Ég fylgst mikið með Svíþjóð í sambandi við knattspyrnu kvenna og bæði Svíþjóð og Noregi í handbolta kvenna. Ég tel að knattspyrna kvenna ætti að fara á næstu Ólympíuleika 2028. Mjög efnilegt og gott lið og við höfum að búa til fleiri Glódísir og Svandísir. Þannig að það eru frábæra, sko, en það vantar bara fleiri. Og síðan handboltaleik karla í fyrsta skipti í 16 ár, vonandi fara á næsta Ólympíuleika og eiga náttúrulega að gera það. Já. Og síðan tel ég að körfubolti karla hafi séns. Já. Voru ekkit langt frá því núna og alveg frábært í sjálfu sér. Síðan svona 2032 til 2036 ættu handbolti kvenna geta farið. Það er töluð þróun þar og það er að bæta sig. En það er mjög ólíklegt að það er komist 2028 en 2032 ættu að komast. Síðan 2028 ættu að vera með svona 10-12 einstaklinga á Ólympíuleikum og kannski fleiri topp 8 kandidata og jafnvel einhverja sem eru að banka á pallin. Okay. Og ég get nefnt 2 nöfn, sko, eins og Eygló og sko ætti að geta
bankað á pallin ef hún heldur sig heilli og hún kemst á laun hjá okkur og þjálfarinn hennar og allt fagteimi í kringum hana og svo Snæfríður. Já. Þessar tvær svona í fljótu bragði alveg sko topp 8 kandidatar jafnvel í dag að banka í það en eru svona 12-14 kannski eftir 4 ár, þetta ungar dömur sko, þá get ég alveg sé að það sem medalíu kandidat að það halda þessu áfram og það fá alla topp umgjör sem hægt að hugsa sér þá eru þær strax 2028 í topp 8 og þegar þú ert komin í topp 8 þá ertu að banka pallin 2032 ættu að vera með þessi sko 4 lið 2028 kannski 1 eða 2 lið og 10 einstaklinga eða 12 en 2032 þá verð ég mjög vonsvíkin ef við værum ekki með allavega 20-25 einstaklinga og þessi 4 lið það mín skoðun og þá svona 2032 til 2036 þá ættu að fá velun og jafnvel gull ég hef enga trú á því að það gerist öðruvísi en skipulagning komist í gagnið og fjármagning kom inn ég ekki neina trú á því en nema það sé algjör bara undantekning en við getum ekki byggt á undantekning en við bara þurfum þessu umgjörð og það verður bara allir að skilja það það sem mig langar þá að spyrja þegar nú ég að hugsa sko það kannski einhver ungur íþróttamæður sem að hlusta og þú ert að tala þessi lið og eitthvað og eftir 8 ár og þess að þar hvað ætti sá íþróttamæður að byrja að gera í dag þú veist bara svona, ég vil vera í þessu liði þegar við förum á Ólympíuleikana eftir 4-8 ár hvað myndir að ráðleggja og þá kannski ég að hugsa hópíþrótt sko aðal hæfileiki ungs íþróttafólks að vilja að hafa viljan að gera þetta í 10-15 ár ef þú voru að taka ákvörðun það ég ætla að verða afreis íþróttamaður eða kona ef þú tilbúin að gera það þá þetta barátta í 10-15 ár og að verða bestur í heimi hvaðan sem þú kemur, hvort sem þú ert Íslendingur eða einhvers staðar annars það frá það mímjög erfitt en það allur heiminn sem að berjast í þessu en það hægt og ég veit hvernig það gert og þetta þá fyrst og sem spurningum vilja styrkin, já, ég ætla að láta þetta í forgang, hvað sem dynur á og það eru engin vandamál á leiðinni, það eru bara áskoranir. Þannig að öll vandamál breytast yfir í áskoranir. Og það er ekkert sem drepur þið niður, það er ekkert sem kemur þér úr balans öðru sinni í stuttan tíma. Og svo verður þú þá að hugsa langt fram í tíman, þú verður að hugsa 10 ár fram í tíman. Þannig að taka ákvörðuna núna, já, ég ætla að fara á Ólympíuleikana 2032 eða 2036 og það er ekkert sem kemur til með að stoppa mig með það og sjá þetta sem skemmtilegustu áskorun lífsins í staðinn fyrir að láta eitthvað veður og vinda og önnur vandamál stoppa þig. Ég væri til að vera ungur íþróttamaður núna. Þetta í sjálfu sér óbúslega einfalt. Þú verður bara að taka ákvörðuna og þá, ég var út í Taflfélagi Reykjavíkur daginn og talaði besta skákhólslandsins milli 16 og 25. Þá það valið að kaupa þér gallabuxur fyrir 30.000 kall eða 40.000 kall eða hvað gallabuxur kosta sem eitthvað rosalega flottar eða ákveða að nota það í flugmið og fara að keppa á erlendri grundu við besta lið í heiminum. Já. Og fara bara í einhverja verslun sem selur gallabuxur notaðar á 1000 kall sko. Þetta eru þessar ákvörðunartakar sem verður að taka sko. Og venjulega byrjar fólk ekki með neitt nema bara mömmu og pappa og kannski einhvern kall eða koni í félaginu og endur heiðið á hann og sem vill bara hjálpa þér. Svo bara byggist þetta upp og það allir í sömu spórun. Þetta bara nákvæmlega sömu spór og Daniel Stól og Gert Kanter voru þegar ég byrjaði með þá. Og ég spurði þá bara, viltu vera bestur í heimi? Já. Ertu tilbúin að vinna með mér í 10 ár? Já. Ok, þá verður þú bestur í heimi. Svo bara bjó ég til í ró og næði, bara svona eins og ég að reyna að gera hér með öllu þessu fína fólki sem að vinna með mér, að búa til umgjörun í kringum þetta lið. Og í bæði skiptin, frá núllinu með Gert Kanter, alveg bláfátækur strákur í Íslandi. Hann bjó með þessi
hitaðri íbúð með kærustunni sinni fyrst þegar við byrjum. Það var nú ekki meiri peningar í gangi þar og foreldrandi voru bændur alveg bláfátækir. Og hann náði mig í fyrsta skipti í kom til Íslands á lötu sem var eiginlega fótstígin. Þess að ég var skítræddur að detta í gegnum gólfið á hann svo ríkaður. Så þetta var byrjun. Og þegar að best lét og hann var bestur í heimi vorum með 11 aðstofamenn sem við byggum til. Og eins með Daniel Stól. Í bæðiskiptin þá er ég með 11 aðstofamann og við tökum Þórir Helgisson, það er svipað. Já, einmitt. Og við og Þórir Helgisson hefur verið að vinna mjög svipað. Við bara erum með sem sagt, tæknilega partinn á hreinu, hann hvernig á að spila handbolta, ég hvernig á að kasta kringlu og síðan líkanlega pakkan, hvað þarf maðurinn til þess að kasta 70 metri kringlu, hvað þurfa stelpunar að vera með súrumsupptöku og annað í handboltaliði Þóris og hvað þurfa að taka í powerklínu og eitthvað svona og síðan er það bara andlegi pakkin að geta þér keppt, geta mínir menn keppt, báðir ólympíuprestarnir mínir gátu ekki keppt sem unglingar. Þá þurftu þeir að kenna þeim að keppa og þá sendi ég á öll mót 30 mót á ári sem til voru og bara út og keppa gera ógilt, gera einhverja vitleysu og bara endalaust að keppa svo fóru þeir að vinna með sálfræðingu og svo framvegis í 10 ár og svo félagslegi pakkin að líða vel íþróttafólki á að líða vel og þá erum við heimili og kærustur eða kærasta og bara líða vel þar sem þú ert. Þannig að þetta er svona félagslegu pakki, andlegu pakki, líkamlegur og tæknilegur og þessi heild verður að vera til staðar í 10 ár. Og svo 10 sérfræðingar bakvið þig og þá segir ég hef ekki öfn á því. Þú getur ekki ímyndað hvað er margir sem vilja vera með í ferðalaginu. Og til þess bara þessi sem voru að hjálpa Gert Kanter, þeir byrjuðu allir og tók í krónu fyrir það. Hann fekk bara að borða hádegismat á þessum restaurant og kvöldmat á hinn. Báðir þessir eigendur flugu til Kína, til Peking, til að sjá hann taka gullið. Og það hafði ekki verið neitt nema kostnaður fyrir þá að því hann borðaði mat hjá þeim í 10 ár. En þeir vildu vera með í ferðalaginu. Það var nákvæmlega sama eins og teimi mitt sem ég fór með mér. Ég fór með 5 manns með mér ólympíuleikin í Tókíó. Umbóðsmanninn og næringafræðingin og sálfræðingin og sjúkraþjálfarinn utan, hann fór allir með mér með þessa 3 einstaklingar í Tókíó. Þegar þau voru búin, þau grétu alveg jafn mikið og ég. Og næringafræðingur sagði við mig, og hún er doktor í næringafræði og svo er með prófessor í sálfræði, þau sagði, ég er engin næringafræðingur. Ég er bara hluti af þessu liði. Ég er búin að vera hérna í 10 ár og svo gerist þetta kraftaverk og ég er bara stoltur við því. Skilurðu? Það voru ekkert næringafræðingur, hún var bara hluti af þessu teimi. Og ég fæ gæsahúð ennþá því ég hugsa út í þetta. Þetta var svo opbóðslega flott lið sem við unnum saman í 10 ár og svo bara náum við í gullið og mér sé í silfri líka. Þannig að þetta er bara það sem ég vil gera hérna. Ég man ég heyrti segja frá því þegar þú hittir þá báða í fyrsta skipti og það var mjög ólík upplifun. Og eitthvað þú talar eitthvað svona bara í augunum á þeim og eitthvað svona, getur þið sagt frá því? Já, náttúrulega það er ekki tilvílin að þessi menn ná í gull Nei. Þetta eru öðruvísi karakterar Gert Kanter er svona frekar svona svipaður ég er svona voðalega svona alvarlegur svona í íþróttunum og Gert var svona svipaður eins, langaði rosalega að vera góður og alveg bara með hausinn í þessu og allt fyrsta skiptið sem ég sá hann kem ég á bíl fyrir utan fyrsta skiptið sem ég kem til Tallinn og hann kemur á lötunni þarna og þá hafði annan náð í mig út á flugvöll og hann parkerar bílnum þarna 10 metra fyrir frá mig, kemur út, labba með hendina svona, beint í áttina á mér og augun alveg út úr og þá sá ég bara þetta er eitthvað mjög spes. Bara fyrsta skipti sem ég sé mann. Ég get bara sagt alveg eins og það var eiginlega nóg. Bara sjá viljan í augunum. Hinn sá hann í fyrsta skipti 17 ára, hrikalega stór og svo er ég í Stokkólmi inn í kastbúri með hann, ég var fenginn til þess að kíkja á hann og hann kastar eitt kast þangað og annað þangað og hitt beint upp í loftið, svo fer hann bara skellihlæja og eitthvað rosalegt bara svona óvirkjað energi. Augun í einum,
og svo bara eins og ég hef oft sagt þetta bara eins og svona eins og bara búrfersvirkjun eða sko já, einhver virkjun sem var bara ef ekki bara virkja þetta í kringlukast ég hugsaði bara þannig og ég sá bara endalaust energi í einhverjum gaur sem sumir töldu að væri bara eitthvað svona idiot eða eitthvað af því að hann var bara allt í einu hlæjandi og eitthvað svona, þetta var svona ókontrolleraður 17 ára strákur sko sem vissi ekkit hvað hann vildi spila íshokkí, svo var hann stór í það og eitthvað svona, þannig ég sá þetta bara, wow þetta ætla ég að taka tækifæri bara En finnst þér þú sjá svona, þú veist, þarna greinilega bara heillastu svolítið bara strax, finnst þér þú sjá bara þegar þú ert að tala svona við fólk og bara svona nærið einhverju samtali, ertu bara eitthvað svona, já, ég myndi veðja þennan. 5 mínútur, það tekur 5 mínútur. Ég var svo lengi í þessu. Nákvæmlega. Sko, ég var að tala við Ásdís í Hjálmsina þegar hún var 15 ára. Já. Þá var ég fengið hennar heim, það vissi nú enginn að því á sínum tíma, ég var fengið hennar heim til þess að tala við nokkra krakka og við afrekssjós og eitthvað svona og hérna og svona meta hvort það væri eða hvort það var frjálstöðsembætti, ég manna ekki ég átti að meta eitthvað svona nokkra einstaklinga hérna og ég man sérstaklega eftir ég talaði Ásdís sko 15 ára og hvað ekki Ásdís fædd 85 þetta í kringum 2000 og þá ég að tala við hana sko og svo fór ég bara í yfirmanni, ég man ekki hverju það voru þá og sagði, veðja á þessa og ég búin að vera í svona ráðgjafastörfum í 30 ár og síðast núna hjá Sænsku Ólympíunefndinni og það kannski átt að sig gætir á því hérna á Íslandi, það eru líklega svona 5-6 kaststelpur að fara á Ólympíuleikana núna frá Svíþjóð, það algjört breakthrough sko, allar þessar kaststelpur voru í hópi hjá okkur í 3,5 ár þar sem ég var í einstaklingsviðtölu við, ég ekkert að þakka mér þetta, ég bara segja að þetta var hluti af þessu og þá spurði ég bara, viltu vera góð? Já, þá þarfst að gera þetta og þjálfarinn líka og þetta mörg ár síðan. Þið til í það? Sumir voru til í það, sumir ekki. Og segja ekki samt allir, jú ég til í það? Nei. Þau segja það ekki? Nei, það eru sumir sem ekki til í það. Nei. Svo það skemmtilegast í þessu. Það strákur sem búin að kasta 20,5 í kúlu núna í Svíþjóð þegar hann var í þessu viðtali. Hann heiti Jesper Arbingi, góðu vinur minn í dag. Ég sagði við hann, Jesper, mér finnst að þú ætti bara að hætta þessu. Þú ert bara vælandi, þú ert bara negatífur. Hættu þessu bara. Það lífan úti sem hætti að gera eitthvað annað. Hann þakkaði mig 3 árum seinna fyrir þetta að segja sér að hætta. Þess að hann var vondur út í mig. Núna hann búin að bæta svona 5 metrar og komin og að banka á því að komast á Ólympíuleika. Þetta er svona ákvarðanataka sem þessi krakkar þurfa að taka og þjálfarar líka og ég hef alltaf reynt að vera jákvæður sko á þeim nótunum að segja bara ég sagði þetta til þess að hjálpa honum að hætta. Hann var bara negatífur og hann þurfti að breyta skoðun en á sama tíma eru aðrir sem átta sig bara ekkert á því hvað þau þurfa að gera til þess að ná árangri og ég sagði bara, stelpur í Svíþjóð, akkur þið allar svona slappar í liftingklá? Akkur allir strákarnir með belti og ólar og hnélí og allt og þið eru allar bara alls lausar og það bara og svo bara breytist kúltúrin og nú er allar nautsterkar og ég var með þá sem sýndi svona frumkvæði Fanny Rós sko, komst á Ólympíuleika og fór að taka medalíu bara á Evrópumeistaramótum og svona og þetta er svona svipað eins og væri hægt að gera með ýmsar íþróttagreinar á Íslandi. Við tökum bara sleggju kvenna því að við erum nú frjálsýta fólk sko. Já og það er spennandi. Já, það eru búin að kasta 70 metra núna. Hvað er það sem segir að svona unga stelpur sem er fædd á 2002 geti ekki kasta 80 metra? Einmitt. Og ég ætla að reyna að koma þeim í skilning það. Þannig að Guðrún og Elisabeth eða hlusti á mig þegar að kasta 80 metra. Við skulum bara fara að ræða það núna og gera það eftir svona 8 ár. Amen. Hvað er bestu að kasta? Svo við vitum hvað. Evrópumeistaramótið vann svo 74. Já. Og ef þú kastar einhverja, ég býst við Ólympíuleikarnir vinnst á 78. Já. Og fólk verður að skilja, hvað þarf Elisabeth og Guðrún Karítas að gera til þess að kasta 80 metra? Já, hvað þarf Eygló að gera til þess að snara 115-20 kíló eftir 4 ár og taka 150 kíló í jafnötu? Það er alveg þetta að reikna það út.
Ok, Hvað þarf Anton Sveinn að gera síðustu 50 til þess að klára málið? einmitt. Af því að hann var annar á heimsmeistaramótinu síðast, Var ekki fyrra? já, Það var eftir rosalegt. 150. Hvað þarf hann að gera síðustu 50? Einmitt. Hvað það Snæfríður að gera núna næsta árin til þess að gera, og til þess að við tökum Guðlaugu Eddu, hún er mjög góð í sundi og hjólriðum, hvað þarf hann að gera í hlaupum Einmitt. til þess að bæta sig mínúti í 5.000 Já. eða 10.000 Já. eða þessari ólympíugrein sko. Þetta er allt þetta að reikna út Já. og þá þurfum við sérfræðinga, þá þurfum við afreiðsmiðstöð, Já. þá þurfum við mælingar, Einmitt. þá þurfum við að vinna úr mælingunum. Þetta er ekki nógu gott á Íslandi. Það ég með vasklas hérna handar ég á vilt. Já. Ég var að segja. Mér er sko gaman að tala um þetta. Sko. Já, nei, þú ert ekki frá að hætta því, sko. Hérna, en nú eru vetraólympíuleikarnir eftir 2 ár, 2006 á Ítalíu Já. og mér skilst að sé 6 íþróttafólk á svona ólympíustyrk. Já. Þú veist, hvað getum við, ég ætla bara að segja við, Ísland og allir, hvað getum við gert svo að þau nái sem lengst núna og við höfum 2 ár? Búið til hóp núna og ég ætla að búa strax til hóp líka fyrir 2028. Já, Og 2026, við erum að fara að skoða þann hóp núna. já, Hvaða hópur verður það? Og það eru efnilega skíðafólk í öllum greinum sko. En þá skoða það strax núna og búa til hóp strax núna eins og við gerðum núna í fyrra fyrir þessa ólympíuleika. Þetta er sjálf sér allt og seint að búa til hóp ári fyrir ólympíuleika. Og allir voru að spyrja mig, akkur er þetta búið til hóp? já, Akkur ætti ég ekki að búið til hóp? einmitt. Þetta er pepp, þetta er samvinna þjálfara og svo framvegis. Þannig að við verðum að fylgja þessum krökkum eftir í sambandi við þetta allt saman hvar sem við erum í veröldinni. Og þannig að við ætlum að fara að skoða hópin fyrir hérna, vetraríþjóðunum núna. Svo erum við líka með að fara að vinna, ég er að fara á Paralympics líka. Já, Og þá er líka meiningin sko að íþróttsamband fatlara leggist í sjálfu sér niður í framtíðinni og þetta komi bara inn í íþróttir eins og aðrar íþróttir. Það er þróunin til þess í Noregi já, og þetta er eitt af þessum breytingum sem við viljum koma á laginnar. Já. Og þannig að við fórum að vinna með íþróttsambandi fatlara sem eins og við erum að gera í öðrum löndum. Við erum ekki með þetta svona separate eða aðskilið, engin ástæða til þess. og mér skilst að þau sem sagt, eru ekki að kalla þetta einmitt ólympíuleika fatlara, þau eru að kalla þetta bara Paralympics. Já, og það er eitt, ég var dálítið hissa á að þetta væri ennþá talað um fatlaða hérna á Íslandi. Mér finnst þetta ekki nóg gott. Nei, Og þetta heitir Parasport Sweden og Parasport Finnland og svo leiðis. Já. Þannig að þetta er eitt af þessu sem er verið að skoða. já, En það skiptir engu máli hvaða íþróttir það eru, hvort það er Paralympics eða vetrar ólympíuleikar eða sumar ólympíuleikar. Við erum að vinna með alla sem vilja vera í þessu og þeirra þjálfara og líka það eitt sem við komum framfæri að það er gamaldags hugsunarháttur að hugsa að ólympíugreinar séu sko eitthvað merkilegar en aðrar. Núna eru öll sérsambönd út í heimi að vinna í því nema kannski í Austur-Európu að því að allar glóbal greinar, já, sem sagt heimsmeistaramót og ólympíuleikar er vegið eins. Að því að sumar greinar er ekki inn á ólympíuleikum og það gerir það að verkum að svona greinir svo kraftliftingar já, er alveg jafn stórar og ólympíugreinarnar í sambandi við hvernig þetta er metið. En það dugar ekki bara með Evrópumeistaramót eða til og með samveldisleika fyrir þá sem er inn í samveldin og svoleiðis. Þannig að þetta eru heimsmeistaramót og ólympíuleika. Þannig að svona skilgreiningin á afreki og skilgreiningin á afrekssamböndum og svona þess, það er sem alltaf skilgreint út frá fjölda þáttöku þjóða og hvað greinin er stór og alþjóða grundvelli og þá er til dæmis eitt af þessum stóru samböndu hérna á Íslandi, skíðasamböndu, hefur náð ágætis árangur í gegnum árin og það þarf að leggja áherslu á það að undirbúa þau vel fyrir 2026. já, já. Næsta verkefni, það er bara leið og ólympíuleikarnir eru búnir, þá ertu bara komin sokkin í næsta. Já, þetta er náttúrulega bara skemmtilegt, en ég sé mína vinnu. Já, Ég með mjög gott aðstofafólk, bæði í ráðuneytinu og kannski ekki aðstofafólk, bara fólk sem er að vinna með mér. já, Sem stjani í kringum mig og hlaupi í kringum mig og ég er bara að reyna að gera það sem ég er bestur í. Já. Og ég er bestur í skipulagningu og svona predika fagnaðarerindið. já,
fara inn í þingflokka, fara inn í skólastjórnendur, fara inn í sveitastjórnir og tala við þingmenn og fólk sem tekur ákvarðanir og reyna að fá alla til þess að skilja hvaða vegferð við erum á. Akkur þarf þetta? Og þá bara spurningin, akkur þurfum við þetta? Ég nú bara verið að segja það, hver ábati þjóðfélagsins af íþróttastarfi? Já, við getum svo sem metið það til fjár og það til alls konar tölur og töflur það og þetta gengur út á lýðheilsu og almenningsíþrótt, þetta gengur út á farsæld barn og unglinga og við erum að spara milljarða fyrir ríkissjóð á hverju ári, íþróttahreyfingin. Já. Ég held að það sé nú allir sammála það. Já. Og akkur er þá íþróttahreyfingin svona blöng? Ég veit svona svipað eins og að laga skaðan eða laga vandamáli þegar það er komið. Já. Í staðan fyrir að vera í forvarnarmálum. Og það er nú kannski ekki til betri forvarnarhreyfing heldur en íþróttahreyfingin. Nei. Og út úr því kerfi kemur bara gullið. Já. En það er margir sem halda því að Vésteinn Hafsteinsson er komin heim og er búin að vera að ná í gullmedaljur. Að ég sé að nálgast þetta eitthvað að ofan. Nei. Ég er að nálgast þetta út frá afreikspíramítunum að neðan. Já. Þannig að ég vil að krakkinn hér í Hafnarfirði, hvort sem það er dóttir eða sonur þinn eða einhver annar, fái toppþjálfun í sínu félagi og fari síðan hugsanlega í fjölbrautaskóla eða eitthvað eða framhaldsskóla og fái þar toppþjálfun líka. Þannig að hvort sem sú manneskja er afreksmanneskja eða ekki, þá erum við alveg upp góðan þjóðfélagsþegn sem geti kannski verið góður stjórnandi í ykkur íþróttafélagi, dómari, þjálfari og svo framvegis. Eða bara heilsusamleg manneskja. Já. Og þetta er íþróttahreyfingin fyrst og fremst að gera. Síðan er hérna bónusinn, gullið. Það kemur bara. Það kemur. En út af maður komin inn á svona ungt fólk og íþróttir og svona, að mér stolti svona gaman að pæli því og mér umræðan stundum vera, þú veist, að við séum með komin of snemma í einhverja afrekshugsun með ungt fólk og þess aftar. Hefur einhverja sérstaklega skoðun á þessu eða hvenær á þetta að byrja eða hvenær á þetta, þú veist, þegar við byrjum þá er þetta bara gaman, svo sýnar einhverja hæfileika og svona? Já, ég var nú fengin í þátt hjá hún Kristjáni með Viðari Halldórssoni í vetur þar sem við vorum að ræða þetta og átti að fara svona í debatt þetta sko. Já. En við vorum í sjálfsög alveg sammála. Sjálfsög. Og akkur eru við sammála, hann er vísindamaður og er að rannsaka þetta og ég fer eftir rannsókn. Já. Þannig að það skiptir engum máli hvað mér finnst þetta. Ég verð sem afrekstjóri að vinna eftir því sem rannsóknir segja og rannsóknir segja þetta. Okay. Ef þú velur af íþróttgrein fyrir 15 ára aldur og ert bara í einn íþróttgrein og ætla bara að vera bestur í heim og ert búin að velja það einhvers staðar milli 12 og 14 ára, þá eru 5% möguleiki að halda þér áfram. Og akkur eru þá foreldrar og krakkarnir sjálf, kannski minnst þau að sakast, foreldrar og þjálfarar að ýta krökkum út í það að hætta í handbolta og vera bara í fótbolta eða öfugt, eða geta ekki verið í frjálsum á sumurinn og handbolta á vetuna þegar krakkarnir eru 12-14 ára. Þetta er alveg snar vittlaus stefna og þetta er fólk að gera. Þá erum við að apa eftir stórþjóðunum út í heimi sem eru með milljónir þáttakenda sem taka bara næst í röðinni, bera enga virðingu fyrir krökkunum eða þeirra heilsu, andlegri heilsu. Þetta er náttúrulega andleg heilsa sem þetta gengur út á að þegar þú dettur út úr íþróttum þá líður mjög illa. En ef þú byrjar eftir 15 aldur, milli 15 og 16 aldurs, þá eru 25% meiri möguleiki og haldir áfram. Þetta er ekki verið að gefa 5. Þetta er 5%. Þannig að við erum að reyna að sjá til þess að gera þetta betur á Íslandi heldur en í öðrum löndum. Þannig að ég hef endalaust dæmi það, erlendis frá, þar sem krakkar eru brotið niður í sambandi við það að velja og snemma, gera upp á milli þeirra, og þetta verður leiðilegt, þetta verður alvarlegt og snemma. Og ef við tökum báða ólympíumeistarana mína, ég fæði á 19 ára. 10 ára seinna eru báðir ólympíumeistarar, annar vildi vera körfuboltamaður, hinn vildi vera íshokkímaður, það gekk ekki upp. Var að leika sér eitthvað að kasta og svona, var ekkert að negla á þetta fyrir en þegar þeir hitta mig 19 ára og ég sjálf sér gert 21 árs. Og báðir verða ólympíumeistar. Hvað liggur okkur svona svakalega mikið á?
Vitið, hver prósentan af þeir sem fara í atvinnumennsku? Herru, ég nefnilega er búin að vera að skoða þetta og þegar ég er í að fá og ég og Sóni fótbolta og það eru held ég 120 strákar í hópnum og ég spyr yfirþjálfarann, ég vona að sjálflega ég segi þetta, já, ég spyr yfirþjálfarann, ég segi hvað eru margir sem er að fara, þú veist, í atvinnumennsku eða bara að spila í meistaraflokki, hann segir 3-5. Já. Sem því það 115 strákar og þeir eru bara 13 ára í dag. Eru bara jafnvel að fara úr félaginu líka og fara úr félagskapnum, fara úr íþróttum og þess að út af því það þeir eru ekki búin að prófa neitt annað kannski til þess að finna sig í einhverju og ég er alltaf að segja, þú veist, jú, við komum frjálsum og eitthvað, en kosturinn við frjálsa til dæmis er að, þú veist, kannski ertu góður að spretta eða hlaupa langt eða kasta eða stökkva eða eitthvað, þannig ég er alltaf að hugsa bara, þú veist, ef að, þú veist, þessi krakkar myndu prófa frjálsar eitthvað með og koma eitthvað aðeins inn í og hvort sem að sé einhver önnur grein eða eitthvað annað, að þá þegar þeir eru 15 ára, 16 ára og er bara eitthvað, heyrðu, ég er ekkert, þú veist, þetta er ekki gaman lengur og, þú veist, bara næstu því ég er ekki velkomin, sko, að þá hafa þau plan B. Já. Og krakkar fara í íþróttir út af félagskapnum og þetta er gaman. Ég er búin að vera ráðgjafi í 30 ár og í hvert eina sem skipti spyr ég alltaf einna spurningar sem er alltaf verið í spurningarlistanum mínum. Akkur ert þú í íþróttum? Ég fengi eitt svar í öll skipti af því það er gaman. Já, öllum úlingum sem ég tala við í öllum löndum af því að þetta er svo gaman. Ég byrja á þess að þetta er gaman. Svo er þetta alltaf verið leiðilegt þegar maður er orðin 14 ára og einhver þjálfari er að setja þig niður í B-klúbb eða eitthvað eða B-lið og eitthvað og velur á milli og þú finnur það og þá finnst þér eins og það er verið að vinna á móti þér og þú ættir þessu bara og þú fer bara út í líkansrættin og fer að pumpa bíceps sko, með vininum af því að það er gaman. Það er gaman. Í staðin fyrir að geta haldið áfram og það verði ekkit allir afreksmenn og í sjálfu sér óbáslega lítil prósenta. Já. En við erum líka að ala hér upp dómara og þjálfara og félagsfólk og stjórnendur í félagunum í framtíðin og svo framvegis. En þessi krakkar hætta kannski, koma síðan þegar eru 30 ára með sín börn aftur í þennan klúbb eða einhvern annan klúbb og svo byrjar sama hringekjan í staðin fyrir, ekki bara halda þessu fólki inn í hreyfingunni. Þannig að afrekspíramídin sem er gullið verður svona, en þeir sem falla úr í afrekinu á leiðinni, þá verður eiginlega píramídin svona. Já. Og þá gerum við miklu meiri almenningsíþróttir, lýðhelsu, miklu betra þjóðfélag, færri sem fara á sjúkrahús og færri sem verða veikir og svo framvegis. Og fyrst og fremst miklu færri börn og unglingar sem fara í andlega vanheilsu sem er alveg stórmikið vandamál í Vestur-Evrópu núna út af allir þessari samkeppni og öllu þessu stríði, öllu þessu, þú ert eiginlega live á social media núna eða samfélagsmiðlum með þitt líf og svo er eitthvað svona frontur í því öllu saman. Þetta er rosalega press á krökkum í dag og það gera það verkum að íþróttir og við þurfum að gera þetta rétt hérna á Íslandi og smæðin hjá okkur, hún er styrkur okkar. Við getum kortlagt allt í Ísland á mjög einfaldan hátt og haldi betur utanum þetta heldur en flest önnur lönd og ég er að reyna að segja þetta allstaðar þar sem ég kem, bara til þess út á KSÍ daginn með foreldra sem eru í unglinga og barnaráðum KSÍ allstaðar á landinu og var að tala einmitt um þetta og fékk mjög mikinn hljómgrunn og þá verður svona kannski einhver kúltúrbreyting á þessu næstu 2 árin að við förum að gera þetta svona með aðeins meiri auðmýkt og að hvort sem þú ert 14 ára eða 28 ára þá er bara gaman að vera í íþróttum og hvort sem þú ert afreksmaður eða koni eða ekki þá er bara gaman að vera í íþróttum. Og það er ógeðslega gaman og hérna, það er erfitt að sofa svolítið úr því þegar maður er komin inn sko. Og svo fer fólk og lærir eitthvað, þú veist, ég var með hérna Helga Val, hann kom í podcast, hann er íþróttasálfræðingur, hann var íþróttamaður og var í meiðslum og eitthvað og nú er hann að séra sig sem íþróttasálfræðingur sem meðal annars aðstofar ungt fólk í meiðslum og hjálpa þeim að koma þeim aftur á stað og svona sko. Þannig að þú veist, það kemur alltaf eitthvað gott úr þessu. En visualization, ég er með svona 3 lokaspurningar. Visualization, ég gerir ráð fyrir að þú hefur nú alltaf nýtt þér eitthvað svoleiðis eða hvað? Já, við erum með svona, ég unni með alveg fjölda sálfræðinga
og ég ofsalega mikið áhuga á því sjálfur. Fór mér þessi í sjálffræði í háskóla dálítið mikið og lærið tölvöld mikið þar og mér finnst munur á því að ná árangur á toppmælikvarða á global, á heimsmeistaramóti og ólympíuleikum vera bara hausinn. Já. Og þar getum við bætt okkur mikið og þá hef ég verið með kerfi sem ég hef virkað mjög vel. Byrjaði eiginlega að vinna með Völu Flosa með það. Að svona hjálpa henni með það og það er sem model training það er, þú setur þig í það umhverfi sem þú keppir í á stórmótum. Býr það til á æfingum og gerir þetta mjög oft. Ok, ertu að meina að þú ert að fara stórmót eftir viku eitthvað, þannig að þið eru út á velli og bara eru bara, það ekki nafnakall. Ef við tökum bara kringlukast. Já, notu það. Kringlukast, kastmót út á IR-velli eða FH-velli. Já. Þá bara koma einhverju 5 og keppa. Það er einhver dómari og einhver úti. Þú kastar og það er kannski 2-3 mínútur á milli kasta, þeir eru svo fáir. Móti byrja bara þegar dómari segir okkur svona. En þú fer á ólympíuleika. Þá ferðu með rútu frá einhverju hóteli eða einhverju ólympíuþorpi. 2,5-3 tímum fyrir keppnina. Fyrst keyrir í einhver tíma, síðan kemur inn og það er alls konar serimóníur. Þú getur farið út á kastsvæðið og eftir eitthvað 1,5 tíma fyrir keppnina. Sumir gera það, sumir ekki. Svo er þetta endalaust bið. Svo ferðu í callroom 1 og callroom 2 og það er alls konar tjekk á þér. Svo ferðu 1 uppbytunarkast. Svo eru 15 aðrir. Það er korter á milli kasta. Svo ferðu annað uppbytunarkast. Svo er korter aftur. Svo ferðu fyrsta kasti, svo er korter aftur, svo er annað kasti og korter aftur og svo framvegis. Allur þessi prósess tekur milli 3 og 4 klukkutíma en þú ert bara að kasta 5 köst, 2 uppbytunarköst og 3 qualification köst. Setja þetta upp og svo ertu með einhvern hugsunarhátt í gangi. Vala hafði hugsunarháttinn í gangi. Ég set enga múrsteina fyrir fram að mig vegna þess að ég hvað sem að fara þessa leið. Það er bara hennar hugsunargangur. Það er svona svipað eins og að taka svona eitthvað svona blað og taka svona saman. Öll vandamál er blaðið. Ég tek það saman og hendi í ruslakoruna. Hún var með múrsteinakenninguna. Ég var með svona ýmsa kenningar á þeim tíma sem ég nota ekki mikið í dag en það virkaði. Virkaði þá. Já. En það er fyrst og fremst að setja sig í þessi spor. Hvernig er þetta á stórmótunum og er ég þá að undirbúa mig undir stórmót? Eða ég bara undirbúa mig undir að stökka hátt í ástökki eða kasta langt í kringlu eða synda hratt eða er ég að gera það eins og á stórmótinu. Þetta hef ég verið að vinna í 25 ár. Og þá erum við bara allt tilbúinir vegna þess að við erum að æfa eins og við erum að keppa á stórmótinu. Og hér er vantað tölvöld upp á hjá einsum hérna heima að breyta þessu að því að við erum svo fá og það eru svo fáir keppendur á mótónu hérna í mörgum greinum og þá er erfitt að gera þetta, þá verður maður að æfa þetta. Mér fannst alveg þegar við fórum með landslið út að keppa og eitthvað og þá einhvern veginn upplifði maður smá óöryggi fannst mér út af því mér fannst annað fólk vera kannski með betri rútínu, maður fara að pæla í öllu, þú veist, að þau eru kannski með betri rútínu, maður sjálfur, þau virtust sjálfstöðst, þau voru með stærra teimi kringu þessu uppbytun og það var svona alls konar sem að, þú veist, en maður mætti svolítið bara einn og mér fannst á tímabili mér skipta máli hvort að búningurinn væri Adidas eða bara eitthvað sem ég vissi ekki hvað hét einu sinni, þú veist, þá fannst mér við bara að vera, þú veist, það er alls konar nefnilega svona sem hefur áhrif. Þetta hefur allt áhrif og okkar smæð þarna gerur okkur dálítið lítil í alþjóðlega samhenginu og við þurfum að breyta þessu og við þurfum að, ef við höfum ekki fjöldan og við höfum ekki fjölda þáttakenda og það er rosaleg samkeppni í mörgum löndum eins og Bandaríkin eru kannski best ef við tökum okkar grein frjálsíðutir. Það er bara top 3 á trials eða bara out Þetta er náttúrulega svakalegt. Ef þú berð það saman við litla Ísland og en við getum búið þetta til en þá verður að gera það og það krefst töluvert mikilla vinnu og að því að ég náði ekki árangrinum sjálfur á mínum ferli sem ég var ánægður með á þessum stórmótum þá ákvað ég að gera þetta með mína einstaklinga og það hefur nú ekki
staðið á árangrinum Mm. og ég hef verið mjög harður í þessu að sem sagt, þú ert bara ekki tilbúin. Þú ert ekkert búin að kasta til dæmis yfir línuna sem kannski 65 metra nokkuð tíman með korter á milli. Nei. Þú verður að geta þolað það. Já. Þú verður að geta setið hann í 20 mínútur og þetta callroom 1 og það er bara einhver bekkur sem ég set upp og svo átt að labba hangað í 20 mínútur og býða þar í annan hálftíma. Svo ferð inn og svo færð þú ekkert fyrst að kasta. Nei. Þannig að þegar ég hef verið einn upp í stúku að æfa þetta og þeir, kannski einn kastar inn á velli, það var bara með blað frá mér hvernig hann á að gera þetta. Já. Og þetta er bara endalaust biðtími. Já. Og fyrst þegar ég gerði þetta, það hef ekki séns í það. Nei. En svo þegar þeir voru búin að gera þetta á nokkur sinnum og það tók nú misjafnlega langan tíma, Já. þá sagði, ertu tilbúin? Og þá komu þeir báðir til mín, bæði Gert og Daniel á sínum tíma og sagði, ég tel að ég þurfi ekki að gera þetta oftar. Nei, ok, ertu tilbúin? Já, þá þarf það að sýna mér þá á næsta móti. Sko. Já. Og svo bara vinnum við gull. Og þess vegna er þessi menn að kasta tæpa 70 metra á stóru mótunum í logni. En þess að þeir eru búin að æfa að gera það. Já. Þeir eru búin að fara í gegnum þetta bara aftur. Það er ekkert og sem ekkert kemur þeim einu sinni eða óvart. tvisar sko, Nei. í mörg ár og alltaf 30 móta á ári Já. og alltaf í samkeppni og aldrei verið að leita neinum aðstæðum. Þú ert bara að kasta þína 68 til 70 metra hver einasta móti og vinna helst öll mót. Já. Og þetta er bara þessi vinna sem verður að gerast til þess að ná þessum árangri. Maður getur ekkert verið að blekja sig að biðja til Guðs og halda þetta að koma allt saman ef maður hefur aldrei gert það áður. Nei. En markmið þegar þú ert með þessi íþróttamenn, þú veist, þú veist, eigið þið bara fund og bara, heyrðu, þetta er markmið að þú náttúrulega segir, við ætlum að vinna gull eftir 10 ár og eitthvað svona, þú veist, en eru þið sameinlega að setja ykkur markmið fyrir hvert ár fyrir sig eða þú veist, ég bara svona, íþróttafólk setur sér markmið, ég bara, nú langum að vita hvernig gerðu þið það? Já, bara ég glemdi einu að náðan, ég ætla að segja með visualization sko, í þessu var líka 15 sekundna visualization. Þegar að þú ert í þessu ferli þarna, í þessu model training og síðan á hverju einasta móti, ef maður fylgist með liðinu, þá fyrir Daniel til þess að alltaf, þegar hann var að keppa, alltaf fyrst framfyrir hringin, svona 5 metra, þar er hann Já, maður sér í augunum af fólki að það er bara síðan labbar hann inn og þá er hann með þetta í hausnum. Gert fór og horfði út í geiran og þá er hann í því. Já. Sumir gera þetta áður að fara inn í hringin, aðri gera þetta í nokkrar sekundur í hringnum, síðan snýr hann sig við og keppir. En það var alltaf sama rútína, en öðruvísi rútína hjá þessum ólympíumeistara heldur en hinn. Það var það. En markmiðin, ég hef notað þá þeóriu að við erum með markmiðin á hreinu, ég og íþróttamaður. Já. Og við tölum um þau. Það var mjög algengt að ég spurði, jæja, nú ert þú gull kandidat. Hvernig líður með það? Og þá byrja ég að tala um það ári áður, sko. Já. Og þá er ég með sálfræðing með mig líka, sko. Og þá tölum við um það og þetta er meiningin með þessu öllu saman, verða bestur í heimi. Svo ertu kannski komið þangað og þá ertu bara á nálum. Þá getur ekki fara að tala um það vikuna fyrir, sko. Þú ert að tala um það 1 eða 2 árum fyrir. Erum við að fara að vinna gull eftir 2 ár? Já. Hvernig líður þér með það? Já. Og ég líð því ekkert, sko. Fólk trúir þess ekki, en þegar Daniel Ståhl var hjá mér og síðustu árin, þá er hann svona 80-90% af tímanu hjá mér. Sem þetta á sama stað og við erum bara að æfa saman. Svo fór hann öðru hvort til Stokkar sem var búsettur í Veggva þar sem ég bjó. Ég fór út með honum á kaffihús í hverri einustu viku. Þess að eini sem hefur gert þetta á hans beiðni í hverri einustu viku þar sem við vorum að ræða um lífið og tilveruna, venjulega var þetta svona 2 tíma fundir og um það hvernig honum leið í að vera bestur í heimi. Já. Og öll vandamáli sem því fylgdu. Þannig að ég var svona viss sálfræðingur þarna en líka vinur bara. Já. Og svo var ég í stöðri tengingu við sálfræðingi sem var innan með okkur. Hann vann með okkur í 10 ár. Já. Og þá var markmiðasetningin okkar algjörlega á hreinu. Já. En alltaf út á við. Þá hefur Daniel talað, það byrjaði að komast í úrslit. Já, einmitt. Síðan bara eftir það kannski topp 8, svo sjáum við bara til.
það var alveg á hreinu á milli okkar Já, að hann átti að vinna gull. einmitt. Síðan er ég statistikfrík sko, Já, síðustu 5 ár hefur Daniel Ståhl alltaf verið með topp 10 meðaltal af 69 metra kringlu. ok. Og þegar þú ert með það, áttu alltaf gullkálur. Já. Það áttu í sjálfu sér alltaf að vinna. Einmitt. Og þá veit ég vissi alveg að því ég fór mig gert 2000 og, ég verð nú bara eiginlega að segja þetta sko. Já, Ég með 2 helviti góða sögu sko. bring it. Maður sem vann með mig með gert kanter í öll árin, þetta er Raúl Reppani og hann kemur til mín daginn áður en úrslitakefni var og segir, ef við ekki bara fara út að borða og hérna fagna gullinu á morgun sem gulli kemur á morgun. Já, Og segja okkur svona með okkar statistik sem við erum búin að vera að tala um hérna, þá er hann með meðaltal 68-80 og ég er búin að fara í gegnum þetta allt saman, segir hann. Og þessi gaurar sem voru að koma upp þá, hérna Robert Harting og Malakovski, þeir eru 1 ára ungir á meðan statistíkinu og Alekna senior var 1 ára gamall. Þannig að Gert þarf bara að kasta meðaltali sitt sem er 68-80, þá vinnur hann. Já. Og lygilegt, hann kastaði 68-82 já, og vann. Svo voru við í dopingtestið hann á eftir, ég og hann, og segir, varstu ánægður með kastið þitt? Og Gert horfir á mig svo. Average. Þetta er góð saga sko. Já, Þannig að síðan þá þegar Daniel fyrir Ólympíuleikana þá segi ég við hann, þú ert með meðaltal 69.06, skal bara fara hann inn og kasta 69 metra. Ég get að byggja 71,5, nei, bara 69. Hvað kastaði hann? 68,90. einmitt. Svona er þetta. En hvernig var að vera með 2 íþróttamenn sem eru bara bestir í heimi og þú ert að halda með þeim báðum og þeir vita að þú ert að halda með þeim báðum? Er þetta ekki svolítið svona snúið? Nei. Ég hef alla tíu verið með þessa filosófíu. Daniel, þú ert bestur. Er eitthvað sem má vinna þig? Já. Og hver er það? Símon. Þannig að æfingafélagin má vinna þig. Já, Og þá grætur Daniel. Hefði Símon unnið, þá hefði Daniel orðið mjög ánæður. já, Nú vann Daniel og Símon var alveg jafn stoltur yfir því að Daniel vann eins og hann var númer 2. já, Þannig að það er bara verið mín þjálfara filosófía eða heimspeki að við erum hópur. Já. Og hvort sem að ég er að þjálfa, ég hef einu sinni verið að þjálfa 10 manna hóp frá 6 löndum. Já. Og allir að keppa í sömu grein. Já. Og það var einu svona þannig að það er nú gaman að ég fór alltaf ég var með 6 mismunandi treyjur og skipti alltaf já, og bara einu sinni sem ég gerði það, bara svona djók sko. já, Og þá sagði ég bara, strákar, þeir eru allir keppinautar og þeir eru allir búin að fá mig sem þjálfara og þið hafi allir beðið mig að þjálfa ykkur. Þannig að ég ætla bara að hafa þannig að þið eru keppinautar en á sama tíma eru þið í liði já, og þið verðið allir betri með því að vera í þessu liði og þið reynið að vinna pólverina og þjóðverina og bandaríkjamennina og allt þetta. Svo bara vinnið þið hvort annan og svo bara óskið hvort öðrum til hamingju með því að þið vinnið hvort annan. Svoleiðis hefur þetta alltaf verið. en það er líka sko, ef þú ert að æfa með einhverjum sem er á sama topp level og þú fær miklu meira út úr því heldur en að vera með einhverjum sem er miklu lélegri en þú til dæmis. Já, og þess vegna hef ég alveg tröll trú á því að stundum svona þegar það er eitthvað svona samkeppni og 2 í sama landi í sömu grein sem eru jafn góðir, Já, þá hef ég alltaf sagt, heyrðu, og segjum bara að þetta fólk sé ekkert voðalega hrifið á hvort öðru, nei, þá hef ég alltaf sagt í þessum ráðgjafastörfum mínum, þessi manneski hérna er mikilvægasta manneskjan í íþróttalífinu fyrir þig og þú fyrir hann. Eða öfugt, eða 2 stelpur til þess. Þá átta fólk sig á þessu sko. Og ég hef svo mörg dæmi um þetta sko, hvernig Símon Pettersson sem er nú 2 Ólympíuleikum aldrei orðið svona góður nema því hann hafði Daniel. já, Eða margir af hinum sem voru að æfa með mér sko, og ef við tökum bara Elisabetu og Guðrúnu Karitas úr frjálsum, eða hvað hefur Anton Sveinn mikil áhrif á sundmennina sem eru að koma eftir honum eða Snæfríður, Guð minn almáttugur. Þannig að
þetta alveg hvað hefur Guðlaug Edda mikið að segja í sambandi við unga Já, þríþrötta fólk á Íslandi, einmitt. bara algjört breyk sko. Það er að koma henni skotmaður mjög efnilegur sem geti farið á Ólympíuleikana næst jafnvel. Manstu hvað hann heitir? Heitir hann nei. Arnór? Ég man það ekki. Heitir hann Arnór? Eða? Já, Arnór, Já, hann er búinn að koma til þess að til mín. Já. Arnór, Já. hann er að koma upp sko. Hvað hefur það mikið að segja að hérna bæði Hákon og Jón Þór að gera góða hluti og svo framvís. Þannig að þetta er allt rosalega mikið mál og þess vegna er ég mjög hrifinn af því að reyna að fá allir til að skilja hvað allir eru mikilvægir hvað aðra en holl samkeppni góð. Já. Ok, loka spurning. Segjum að þú hugsir, herri, ég ætla að taka eitt kringlukastari viðbót og byggja hann upp. Og ég er ekki, bara einhver. Hvaða, út af því að nú tímanir búin að breytast alltaf svona síðustu ára og eitthvað þess að það er frá því að þú varst í þessu svona að keppa. Þannig að þú ert komið með íþróttamann, þú ætlar að taka hann og hvað gerur? Á hverju byrjar? Ég byrjaði að gera svona könnun á viðkomandi. Já. Tala við alls konar fólk í hans umhverfi á þess að hann viti. Já. Hringi alls konar símtöl og svo framvegis. Ég hef oft þurft að tjekka á stöðinu þegar ég verið að biðja að þjálfa fólk frá vafasömmum löndum að hvernig dópingmálin hafa verið. Já. Þannig að ég hef bara hringt og spurt út í það og verið mjög opinskár í því. Hérna í Vestur-Evrópu hef ég ekki þurft að leggja á mikla áherslu á það en þess að ég tel að íþróttir séu miklu hreinar en voru fyrir mörgum árum síðan. En ég hringi í fyrirvarandi þjálfarinn, hringi í foreldrana, hringi oft í maka eða einhverja sem eru nálagt bræður eða æfingafélagið, félagið og gerir svona 14 daga könnun á viðkomandi. Þannig ég er rosalega inn í málunum þegar ég er búin að fá spurninguna, viltu þjálfa mig? Já. Og þá segi ég, það getur vel verið, gefum mig smá tíma. Já. Svo ger ég það, svo held ég mjög langan fund með viðkomandi og legg þá fyrir hann mjög margar spurningar og meta út frá því. Segjum að ég sé eitthvað í einhverjum vafa ennþá eftir þann fund, þá tek ég eitt fund í viðbót, oft með þjálfaran, tek síðan ákvörðuna. Ég er búin að segja nei við miklu fleiri, heldur en já sko. Ég trúi því. Og kröfurnar ertu tilbúin að vinna í 8 til 12 ár með mér. Já. Og sumir eru það ekki. Nei. Þá segi ég bara, ok, það er allt í lagi. Sumum tilfellum hef ég sagt, ég er eiginlega ekki tilbúin að veðja á þetta fyrir en eftir að vinna með þér í 36 mánuði. Þá gef ég þeim sko sjans á að sanna sig gagnvart mér. Ég er ekki alveg viss hvort ég vilji taka þetta. Sko. Nei. Og ef við tökum svona þessar 2 sem fóru í gulli og silfri sko, þá náði ég mér í Daniel sko, af því ég vildi fá hann. Hann er svo eini af þessum 57 sem ég hef þjálfað, sem ég hef náð í. Hinir hafa allir talað við mig. En ég vildi ekki þjálfa Símon. Nei. Þannig að ég hafði enga trú á hann. Eftir þessi viðtöl sko. Já. Þannig að hafa legið í mér að gera það. Já. Og þá ákvaði ég að taka hann í 36 mánuði endurgjaldslaust. Síðan bætti hans í 10 ári í röð, kastaði við 70 metra og fór í silfur Ólympíuleikum. Hann er sá sem er the biggest surprise í sögunni af þeim sem ég hef þjálfað. Og þess vegna segjum við alla hérna sem eru að hlusta á þetta. Það hafa allir hæfileika. Og gefist þið ekki upp ef þið teljið að þið hafi líkamlegt, tæknilegt, félagslegt umhverfi og andlega heilsu til þess að standa í þessi 10-15 ár, þá er ekkert sem stoppar ykkur. Þannig að í þessu tilfelli var ég á leiðin að stoppa þennan mann, af því ég vildi ekki þjálfa hann. Svo fer þessi maður bara í eitthvað ævintýralega Cinderella story sko. Alveg með ólíkinu sko. Þannig að hérna það hafi verið nokkuð svona surprise, en svo eru margir sem hafa helst úr lestinni og ekki þola þetta álag og þola þessa pressu og svoleiðis. En svona eftir á er alltaf voðalega gaman samt sem að ég hef alltaf reynt að hugsa að það er líf eftir
kringlukast eða kúluvarp eða hvað það er já. og vera vinur þessa fólks og mér finnst það sem er skemmtilegast í þessu starfi að vera þjálfari, það er þegar maður fær upphringingu 5 eða 10 árum seinna. Það sem viðkomandi er kannski orðin eitthvað milli 40 og 50 og er þá svona bara svona spjalla og svo endanum kemur takk. Já. Skilur? Einmitt. Það er rosalega þægileg tilfinning, en þess að þá gengur þetta ekki bara út á árangur, þetta gengur líka út á lífi og tilvörun. Einmitt. Að þau eru að nota eitthvað sem maður kannski kenndi þeim á sinni tíma í daglega lífin sem pabbi eða maggi eða eitthvað. Já. Og það finnst mér skemmtilegt. Sko. Það er vel en. Já. Getur verið ekki að hafi séð Gert Kanter sem þjálfari á HM eða EM eða eitthvað? Já, hann var að þjálfa, hann byrjaði að þjálfa strax eftir hann hætti bæði 2 pólverjar sem voru svona komnir á síðasta snúningi svo það gekk nú ekki voðalega vel. Nei. Svo þjálfaði hann Christian Shea hennar sem kom Slóvenan sem sló í gegn 2022. Já. En svo hættu þeir að vinna saman núna daginn. Ég veit nú eiginlega ekki af hverju. En já, hann hefur verið að prófa svona áfram í því. Já. Þannig að ég er náttúrulega bara stoltur yfir því þegar fólk vill nota þessa kunnáttur sem þau hafa eftir sem feril og fara í þjálfun. Hann fyrsti íþróttamæðurinn, var það Magnús Aron Hallgrímsson. Já, sem er maðurinn hennar Völflossa. Ég las einhvers staðar að þú hefur lært ýmislegt af því að þjálfa hann var þinn fyrsti íþróttamæður. Já, sko, Maggi er náttúrulega voðalega góður drengur eins og Vala, þetta er ótrúlega gott fólk, sko. Já, mjög. Og hann segir nú að þetta sé ekki rétt hjá mér, en ég segja að Maggi hafi verið svona fórn fyrir Gert Kanter. En þess að ég þjálfaði hann of Geist og Patellan hérna, sýnin hérna í hnénu fór og hann náði sér aldrei eftir það. Nei. Og ég tel að ég hafi keyrt hann of Geist og hann var minn fyrsti einstaklingur og þess vegna bjó ég til svona kerfi sem gengur út á lélegri íslensku að the slowest process gives the fastest results. Okay. Og í framhald af því þýddi það að ef þú fer rólega áfram þá nærðu betri og skjótari árangri og það var eiginlega þannig með Gert Kanter kemur næst á eftir Magga þegar hún veist að æfa saman í 2 ár. Maggi er eiginlega fórnin og Gert æfi með mér í 12 ára áður að meiða sig og enginn bætti sér hraðar. Það er þetta slowest process gives fastest results og það er filosófíun eða heimspekin hjá mér að meiða sig ekki, geta eftir þetta og þá er ég maðurinn sem stoppa alltaf ruglið eða eitthvað svo leiðis og það lærði ég á að keyra Magg og Geist og Maggi er ekki sammála þessu, hann er alveg þakkláttur fyrir tíma sem við vorum með saman og óskar mér oft til hamingju þegar það gengur vel og svona og við erum í sambandi en það breytir því ekki að ég tel að ég hafi gert mistök með Magga og síðan eftir það er þetta búið að vera ótrúlegt líf hjá mér og eina ástofanum fyrir því eru mistökin sem ég gerði með Magga. Já. Ég skil alveg að hann sé að draga úr þessu út af því þú ert rosalega harður við sjálfa þig, mér heyri það alveg. Já, ég meina, ég er með mikla kröfur á það að taka ábyrgð á árangri minna íþróttamanna og ég tek líka ábyrgð á þessu núna þó að ég sjálfur séu ekki komin á stað með nýja kerfið á Íslandi. Nei. Þá er ég mjög ósáttur við það að fara bara 4 til 6 þátttakendur Ólympíuleikana. Ég finnst það alls ekki nógu gott. Nei. En við erum ekkert búin að fá fjármagni, skipulagningin er ekki komin í gang. Nei. En það breytir því ekki að mér finnst að fara með fleiri og þá er ég með kröfur á það gagnvart sjálfum mér og hreyfingunni sem slíkri að við gerum betur næst og við náum betri árangur á þessu Ólympíuleikum heldur en síðustu. Já. Þannig að þetta eru afreksíþróttir og við verðum bara að vera með kröfur á okkur en setja þetta líka bara í samhengi við að þetta eru samt sem áður bara íþróttir en þetta er það sem fólk vill sjá og gleðjast yfir. En er 4 til 6 íþróttamenn á Ólympíuleikunum í ár? Er það kannski bara mjög flottur árangur miðað við fjármagnið sem er í kerfinu? Nei, mér finnst að ég vera miklu fleiri. Já, ok. Mér finnst að ég vera svona 10 til 12 og svo finnst mér handboltalandslið hefði átt að vera þannig. Já. Korfuboltinn var nálægt og stelpurnar í fótboltanum hefði getað komist og þannig að mér finnst það ekki nóg gott. Og það er ekki bara fjármagnið, það er líka skipulagningin til langstíma sem vantar upp á og ég er ekkit að gagnrýna neitt hérna öðru sinna allir sem hlusta á þetta, ekki hlusta að ég sé eitthvað að íta þessu niður eða gera lítið úr því, heldur fyrst og fremst að segja að við getum bætt okkur rosalega mikið
og þá ef allir eru tilbúin að hlusta á það og vinna saman, þá eigum við að geta ná miklu betri árangur og verið með miklu fleiri þátttakendur. Já. Ok. Ég er með eina spurningu sem ég langaði að segja, sem ég gleymdi að spyrja á hann. Hvað finnst þér einkenna góðan þjálfara? Þjálfari sko verður að vera sá sem er með valdið en er rosalega góður hlustandi. Þannig að þú hlustar á íþróttamannin eða konuna, þjálfaran og svo framvegis, en þú keyrir bara ekki fína stefnu á hvaða einstakling eða hvaða lið sem er, hvað sem bjátar á sko. Þannig að mér finnst þjálfarinn sem er með svona góða virðingu og góða kunnáttu, en er góður hlustandi besti þjálfarinn. Ég hef orðið betri í þessu síðustu 10 árin að hlusta á viðkomandi, taka tillit til einhvers konar öðruvísi aðstæðna og geta sniðið prógramið eftir því og svoleiðis á meðan hvað þessi trúir á, hvort sem það er rétt eða rangt, skilur við. Þannig að það er besti þjálfarinn. Amen. Þá held ég að við getum sagt þetta gott. Já, takk fyrir mig. Ég bara þakka kærlega fyrir og ég ætla að nýta tækifæri og þakka samstarfsaðalum Klefans, Útilíf, Lemon, Hafi fiskverslun og Nutrileng. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.